Hæ, ég heiti Ívar. Ég er osteópati og sjúkraþjálfari og ég er eigandi stofunnar Osteo Nordic sem er stærsta stofa í heimi. Í dag ætla ég að tala aðeins verki í hálsi og koma aðeins inn á svona ástæður sem að fólk þekkir ekki oft til. Verkir í hálsi geta stafað af þessu sem maður oftast veit ef maður liggur eitthvað illa eða gerir eitthvað sem er of mikið svona load á nakkan. En það eru líka aðrar ástæður sem við sem osteópatar kíkjum oft á og það er taugakerfið. Frá hnakkanum eru helling af taugum, þar sem að starfsemi er svona autonomic, svona sjálfferð. Ef maður tekur svona aðeins svona efsta hlutann af hnakkanum, eða þetta er hnakkinn hérna sem við höfum gert og þetta er líkaminn, þá erum við með í efsta hlutanum á hnakkanum allar taugarnar sem fara upp til heilans og þar af leiðandi augað, nef, eyra, heilahimnan, heilinn, tennurnar, andlitið. Þannig að ef maður er með verki í þessum hlutum eða vandamál þá getur það líka leitt að verki að það kemur svona afferent svona signal frá þessum taugum og til efsta hlutans á hnakkanum. Það sem kemur líka frá hnakkanum sem líka er heilataug, það er vagus-taugin sem er taug til meltingarkerfisins og þessi taug fer á báðum hliðum niður svona hliðina á hnakkanum, fer hérna þar sem að vélindað er og svo fer það í gegnum öndunarvöðvann og inn í meltingarkerfið og er svona taka eftir hvernig meltingarkerfið hefur það og bera skilaboð upp til heilans frá meltingarkerfinu. Þannig að vandamál í meltingarkerfinu geta veitt það verkum að þú ert með vandamál í hnakkanum efst eða höfuðverk eða þar af leiðandi. Svo erum við með taug sem kemur hérna frá miðunum á hnakkanum, frá þrem svona miðju hnakka liðunum sem heitir Phrenicus-taugin. Phrenicus-taugin er ástæðan fyrir að við öndum sjálf og autonomic, en Phrenicus-taugin er líka taug sem svona fer til himnanna sem eru yfir lungun, himnanna sem eru yfir hjartað og þessa himnu sem eru yfir öll svona meltingarkerfin. Og ég er búinn að teikna hérna með bláu að fer til hjartans og fer til lungnanna og svo fer til hérna kallað peritoneum sem er svona himnan sem liggur yfir öllum meltingarfærum. Og þar af leiðandi fyrir konur til dæmis, það er þessi himna sem liggur ofan á hérna uterus og hérna þvagblöðrunni. Þannig að ef maður er með einhverjar sýkingar þar, þá getur, eða vandamál þar, endómetríósu og svona, þá getur það líka leitt að verkum að maður er að basla með langvinn meiðsli eða verki í hnakka. Ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur eitthvað. Ég hef búinn að skrifa bloggfærslu verki í hnakka. Það stendur þetta líka mikið að öðrum ástæðum. Það stendur líka góð ráð og þar getið líka fengið góðar æfingar fyrir vandamálum í hnakka.